Íbúarnir reyna ekki að gera neitt fram til endarins þar sem glanni glæpur fangar alla. Öll atriðin eru nauðsynleg fyrir að sýna hvernig hafði glanni glæpur áhrif á íbúana. Það er ekkert klárt þema vegna þess að íþróttaálfurinn bjargar öllum að lokum. Einu sinni var bær sem hét Latabær. Á hverjum degi gömnuðu íbúarnir sér. Á einum degi kemur glanni glæpur í bæinn. Vegna þess verða íbúarnir latir á ný. Vegna þess notar glanni bæinn til að verða ríkari. En loksins bjargar íþróttaálfurinn bænum alveg sjálfur. Allir í Latabæ hafa einstakt hlutverk í því að buga glanna glæp. Fyrst í stað eru allir íbúarnir glaðir að Reykjaríki er kominn í bænum. Endirinn þar sem glanni glæpur bugast er mjög sjálfsagður frá byrjun. Fyrst í stað voru fleiri íbúar í Latabæ en þeim var fyrt því þau voru ekki nauðsynleg. Enginn veit hver Reykjaríki er og Goggi gæti leitað á internetinu og séð að forsetabílnum var stolið en allir treysta Rikka alltént. Þetta leikrit gefur enga klára ábendingu hvernig að vera hóll sem var ekki gefin í fyrsta leikritinu. Þetta leikrit er afleitt frá bókinni Latabær í vandræðum eftir Magnús Scheving. Það var mjög auðsælegt að gera framhald vinsæls leikrits þar sem öll persónuþróunin átti að ógerast. Fyrst í stað eru allir íbúarnir aðdáanlegir, ekki eins og í fyrsta leikritinu. Fyrsta leikritið hafði ekkert illmenni af því að Magnús Scheving vildi að börn sæju flönin íbúana. Þetta leikrit er ekki eins og það. Ef ég væri íbúi í Latabæ, þá myndi ég ekki trúa allt sem Reykjaríki segir. Íþróttaálfurinn gæti fundið að það voru vandræði í Latabæ og hjálpað íbúunum án þess að íbúarnir gera neitt. Magnús Scheving aðlagaði bókina og tryggði að þetta leikrit var ekki fyrsta leikritið endurgert. Íþróttaálfurinn gæti gert allt sjálfur til að buga glanna glæp. Það eru engar tilviljanir sem hjálpa að buga glanna glæp. Í bókinni geta íbúarnir ekki annast sig meðan íþróttaálfurinn er farinn og það lætur glanna glæp yfirtaka bæinn. Í leikritinu eru íbúarnir betur þróaðir.
Íbúarnir gerðu alla persónuþróunina þeirra í fyrsta leikritinu. Rikki kemur í Latabæ, sannfærir íbúana það að vera óholl, en þau sjá að lokum að Rikki glani glæpur í dulgervi.